Talar gervigreind íslensku? Hingað í gervigreindavarpið komin Írisetta Novenstein, lektor í íslenskri málfræði og máltækni til að spjalla við okkur Elías þetta. Ég Stefánía Benónusdóttir. Og ég Elías Ramm Heimisson, rannsóknarlektor í jarðeðlisfræði. Velkomin Íris. Takk hérlega. Og hvað segir okkur? Talar gervigreind íslensku? Þetta er góð spurning sko. Ég held ég myndi segja já, ef einhver til dæmis sem að hefði áhuga á íslensku, einhver málfræðingur sem ég þekki myndi spyrja mig, virka þessi tól, þessi spjallmenni á íslensku, þá myndi ég segja já. Ég hefði mögulega ekki sagt já fyrir nokkrum árum síðan, en það hægt að svara þessari spurningu játandi núna. Ég myndi kannski segja, svo þetta spurning það hvað maður talar sem gervigreind og hvað ekki, eins og það hafi verið að svolítið fást við í hlaðvarpinu hingað til. Ég myndi segja sko að spjallmenni sem byggja á risamálíkunum framkalli mjög sannfærandi íslenskan texta. Og svo þetta spurning það hvernig maður vill setja þetta fram. Talar gervigreindin íslensku, þá erum við strax komin í þessa manngervingu á þessum líkunum sem finnst kannski ekki jákvæð. Við erum að tala um þessi líkun eins og þessi fólk sem talar eitthvað tungumál eins og við tölum tungumál. Já. Og þetta spurning sem einhvern veginn felur í sér alls konar áhugaverðar spurningar. Hvað það að tala mál? Hvað er gervigreind? Og getum við sagt að þessi líkun í rauninni læri mál með sambærilegum hætti og börn læra mál. Þannig að, en ef spurningin bara getum við nota tól eins og ChatGPT, Claude frá Anthropic eða Gemini eða Gemini frá Google með því að hafa í rauninni samskiptin alfarið á íslensku. Þá svarið já. Þau eru misgóð í að í rauninni framkalla íslenskan texta sem viðbragð við íslenskum texta sem við setjum inn eða bara sem í rauninni viðbragð við skipun sem við setjum inn, en árangurinn ansi magnaður. Og þegar fyrstu útgáfurnar af þessum spjallmennum komu út, þá var mjög mikil áhersla á ensku, á virknina í ensku, og það var svolítið það sem allir miðuðu við þegar vorum að tala um það bara hvað þessi líkun geta gert, og það var miklu minni umræða það hvað við geta gert á tungumálum sem eru fyrirferðarminni í þjálfunargögnunum, því við vitum að þessi líkun byggja á þjálfunargögnum sem eru samsett fyrst og fremst af texta af netinu og tungumálum misfyrirferðarmikil í þessum textasöfnum. Og fyrst var árangurinn bara ekki góður þegar kemur að þessum smærri tungumálum, en smám saman hefur þetta batnað mjög mikið. Er það bara því að vera að setja inn meira og meira í gögn sem ná yfir þessi smærri tungumál, eða eitthvað við þjálfunina eða? Við í rauninni vitum það ekki nógu vel. Það svolítið vandamálið, þrátt fyrir nöfn eins og OpenAI, þið vitið fyrirtækið á bakvið ChatGPT, þrátt fyrir nöfn sem að innihalda orðið bara opin í nafninu á fyrirtækinu, þá þessi líkun lokuð. Það að segja við vitum ekki hvað bestu líkunin í dag, hvað á bakvið í rauninni, bara nákvæmlega hvað í þjálfunargögnunum. Við vitum það fyrir smærri líkun, eins og þegar GPT-3 kom út, þá við vitum hvað var í þjálfunargögnunum þar, þannig að við getum dreift ýmsar ályktanir, og svo alls konar ráðgátur í þessu, eins og með hverri uppfærslu á Claude spjallmennunum, þá fór færni í íslensku versnandi í einhvern tíma. Og kannski það út af því að ef þú ert með meira af gögnum, þá eru litlu tungumálin fyrirferðarminni. Við vitum það ekki. Svo náttúrulega alltaf vera að breyta því nákvæmlega hvernig þessi þjálfun á sér stað, og það getur verið að einhverjar ákvarðanir það hvernig hún fer fram skilja sér í meiri eða minni árangri fyrir stóru líkunin. En það sem við höfum verið að gera í máltækninni á Íslandi, og bæði rannsóknastofnanir, HÍHR Árnastofnun og síðan fyrirtæki eins og Miðeind að skoða bara nákvæmlega hvað þessi risamálíkun geta
gert með íslenskan texta. Og það eru til alls konar leiðir til þess að mæla færnina í rauninni íslensku. Og fyrst þegar fólk fór að skoða þetta, þá voru GPT-líkunin frá OpenAI alltaf best. Og það var mér þess að formlegt samstarf á milli OpenAI og íslenskara stjórnvalda til þess að í rauninni bæta íslensku færni. Og miðind var með þar. Og svo smá saman fór myndin að breytast og það er svolítið svona í takt við það sem að þið hafi kannski orðið vör við upp á það hvaða líkön standa sig best í alls konar ólíkum verkefnum, til dæmis það kemur að því að skrifa kóða og svo framvegis, þá fóru í rauninni önnur fyrirtæki að gefa út líkön sem að stóðu sig jafnvel að jafnvel betur en GPT-líkunin frá OpenAI. Og á tímabili þá voru líkönin frá Anthropic, sem sagt Claude-líkönin, þau sem að komu best út til dæmis í stigatöflu miðindir með á Hugging Face, svona í rauninni svona mælaborð þar sem maður getur séð bara árangur á mismunandi prófum. Og á tímabili var Claude, þar sem að kom best út þá er verið að skoða bara almennar spurningar íslensku, en líka bara hvernig gengur þessum líkönum að svara spurningum það hvernig ákveðin orð eru beygð og svo framvegis. Og svo eru núna efstu 3 sætin eru ólíkar tegundir af líkönum frá Google, sem sagt Gemini líkönum. Þannig að staðan núna er þannig að Gemini 3 Pro er líkanir sem að kemur langbest út, það er ekkert mikill munur, en langbest út í þessum mælingum á íslensku færni risamálíkana. Á eftir því kemur, minnum mig 3 Flash líkanið og svo 2,5 Pro. En svo er svo merkilegt að langflestir Íslendingar með allavega kannanir sem hafa verið gerðar undanfarið, sem eru að nýta þessi risamálíkun, sem sagt með svona spjallmenna viðmóti, nota ChatGPT, sem er ekki lengur besta líkanið ef fólk er að vinna með íslenskan texta. Þannig að ef þið eru að hlusta á þetta og viljið aðeins betri íslenskan texta þegar þið nýtið þessi líkun, og þá erum við líka að tala um bara hvernig er unnið úr íslenskum texta. Fólk er að hlaða upp alls kyns skjölum og svo framvegis. Þá virka lausnirnar frá Google betur núna, og ef fólk er til dæmis að nota raddir með þessu, svona tölvuraddir, talgerfingu, til dæmis búa til hlaðvörp upp úr rannsóknargreinum. Ég reyndar mæli með því að lesa rannsóknargreinarnar sem þið viljið fá einhverjar upplýsingar úr. Þá eru raddirnar frá Google líka mjög góðar, Microsoft raddirnar líka góðar. Það eru náttúrulega inn í þessu OpenAI viðmóti, því að Microsoft á svo stóran hluta í OpenAI og einhvern veginn, já, margir sem að skoða svona stigatöflur og vilja vita hvaða líkun eru best, líta á Copilot sem einhverja svona sér einingu, en það sem er undirliggjandi þar eru GPT-líkunin frá OpenAI, því það er þetta sameiginlega, eða það er þetta eignarhald þarna. En það veit sem sagt enginn af hverju Gemini eða Google er allt í einu besta forritið núna? Sko, kannski einhver, ekki ég. Það er svolítið merkilegt, sko. Já, ég meina, það er alls konar þekking þarna í Kísildalnum núna, og við vitum að þessir einstaklingar sem að eru með þekkingu sem að skila sér í betri árangri í þessum líkunum eru að fá einhverjar stjörnuháar upphæðir í laun, og það er mjög mikil svona leynd sem að fylgir því bara hvaða aðferðir eru nákvæmlega bestar inn í þessum risamálíkana bransa. En það er svolítið áhugavert, því að íslensk stjórnvöld hafa lagt svolítið mikið upp úr því að fara og tala við þessi stóru tæknifyrirtæki og reyna að tryggja að íslenska virki í þessum helstu tæknilausnum. Þá það hefur verið svona mismikil vitneskja, skilst mér, hjá þessum fyrirtækjum bara virknin á íslensku. Og þegar það var síðast einhver sendinefnd sem fór þarna í Kísildalinn að ræða við fólk hjá Microsoft og OpenAI og sendinefndin fór líka að spjallaði við Anthropic, sem var þá með besta árangurinn í íslensku. Þá hafði það fólk ekki hugmynd um það, að það stæði sér svo vel í íslensku, þið veitir. Þannig að það var bara einhver svona hliðar, einhver svona afleiðing
ófyrirséð afleiðing af þeirra aðferðafræði. En svo alls konar spurningar bara, það eru rannsóknarverkefni, ég meina þeir eru búin að tala við Hafstein Einarsson, það eru rannsóknarverkefni við Háskóla Íslands eins og Trust LLM verkefnið sem styrt af Evrópusambandinu þar sem það er verið að hugsa hvernig getum við búið til bestu líkönin fyrir ákveðin tungumál og hvernig getum við þjálfað með ábyrgum hætti með því að vera ekki að stela útgefnu efni og svo framvegis. Og það er ekkert skilst mér eitthvað eitt skýrt svar við því hvers vegna bara hver besta leiðin til þess að búa til í rauninni bestu risamálíkunin fyrir smá málasvæði. En til dæmis fyrirtæki eins og Mistral sem svona kannski eitt af fáu evrópskum fyrirtækjum í þessum risamálíkana bransa sem hefur náð miklum árangri. Þau eru með svolítið áhugaverða nálgun þar sem það er verið að þjálfa líkön í svolítið miklu samstarfi við í rauninni þá notendur og svona notkunar tilfelli. Þannig að það fyrirtæki fer kannski inn og fyrir samstarf við einhver ákveðna ríkisstjórn til þess að búa til líkan sem að svona passar vel við bæði tungumálið og menningarsvæðið í rauninni. Þannig að gildin passi við gildi þessa svæðis og svoleiðis. Þannig að það er svolítið miklar vendingar í gangi núna upp á það hvort að það sé best að vera með þá einhverja eina stóra svona lausn eins og við erum í rauninni að nota núna, þessi risastóru líkön sem að við erum þá að nýta í bara allt og ekkert í rauninni eða hvort að það ætti að vera með einhverja svona sérhæfðari þjálfun eða eftirþjálfun fyrir ákveðin tungumál og svo framvegis. Bara eins og fyrir notkunardæmi fyrir ákveðin fyrirtæki og svoleiðis. Þannig að það er svolítið margt að gerast í þessu. Svo svo áhugavert til dæmis þegar GPT-5 kom út, þá var svolítið mikið svona fjaðrafok því að fólki fannst að verða verra í allskyns verkefnum. Þá er já, ég veit, með að við GPT-4 og þá er spurning sko, þá virðist maður, það er erfitt að fá þessar upplýsingar aftur út af því þetta eru bara einkafyrirtæki sem að deila ekki öllu og sem betur fyrir alls konar rannsóknarstarf í gangi þegar kemur á svona opnu líkunum þar sem hægt að rannsaka þau betur. Kemur í ljós þá að þau voru að reyna að einhverju liti að spara kostnað þannig að einfaldari spurningar fengu í rauninni ódýrari svör sem kröfust minni vinnslu og þá allt í einu kemur meira bull. Já. En það er líka spurning í þessu þegar við vorum að upphafsspurningin var talar gervigreindin íslensku eða tala þessi spjallmenni sem að byggja á risamálíkunum íslensku. Það er eitt að tala, geta framkallað mál sem passar við okkar tilfinningu, okkar máltilfinningu, passar við einhverja svona hefðbundna íslensku, skulum við segja. Svo er annað hvort að það séu jafn áreiðanlega og góð svör sem við fáum út úr því að nota þessi spjallmenni með tungumálum sem eru fyrirferðarminni í þjálfunargögnunum. Og það er allskyns rannsóknir á því, sumar benda til þess að komi meira bull í úttækinu þegar við erum að nota þessi líkön á tungumálum sem eru á minni tungumálum. Þannig að Hafsteinn gerði einmitt rannsókn þar sem hann var með verkefni sem snerist bara að komast út úr völundahúsi og ef leiðbeiningarnar voru á íslensku þá gekk líkaninu verr að komast út úr völundahúsinu en ef leiðbeiningarnar voru á ensku. Já. Það eru líka rannsóknir sem að sýna meira af sem sagt svona ósannindum eða staðrindavillum í svörum þegar það eru smærri tungumál sem eru notuð. Og svo eru líka rannsóknir meðal annars hjá okkur við HÍ og við Árnastofnun, til dæmis doktorsnemi sem heitir Bjarki Ármannsson sem að skoða þetta og hefur verið að skoða þetta með Einari Freyr Sigurðssyni, Finni Ágústi Ingimundarsyni, þar sem að risamálíkunin bara sýna ekki nógu sama árangur þegar kemur alls konar svona sérkennum íslenskunar. Við erum tungumálið, íslenska ólík ensku, meðal annars þegar kemur að beygingafræðinni, við erum með miklu meira beygingum og það gerir tungumálið einhvern veginn ekki eins línulegt.
og ensku að sumu leyti. Þannig að eitt af notkunardæmanum þar sem það kom okkur virkilega óvart í rauninni hvað árangur þessara líkana eða gervigreindarinnar var í rauninni slakur var þegar við spurðum spurninga eins og setningin María góð bílstjóri rétt íslenska. Og þá jafnvel þegar risamálíkunin voru farin að sýna bara mjög mikinn árangur í íslensku þá kom bara, já, þetta rétt íslenska í bestu líkununum og það áhugavert út frá því að setningin María góð náttúrulega rétt íslenska og ef við vitum hvernig þessi risamálíkun virka sem ég finnst ekki nógu mikið í rauninni talað sem að spá grunnvirknin, það sem við erum þjálfuð til þess að gera að spá fyrir næstu einingu með við það sem á undan gengið og með við það sem í þjálfunargögnunum þá rökrétt að þeim gangi illa með verkefni eins og þessi þar sem að við erum í íslensku við erum með þessa beygingu í kyni þar sem að lýsingarorðið þarf að passa við nafnorðið sem það lýsir þannig að það á að vera góður bílstjóri þó að María sé kvenkyns en þá þarf þetta að endurskoða þú veist, María góður rétt en María góður bílstjóri líka rétt og þetta eitthvað sem líkunin eiga ennþá erfitt með meira þess að Gemini 3 skilar alls konar skrýtnum svörum segir að María öflug skáld sé rétt og það alls konar svona sem bara áhugavert út af því að segir okkur hitt og þetta það í rauninni hvernig þessi líkun eru ólík okkur og hver munurinn á í rauninni vélum og fólki það kemur að því að framkalla mannlegt mál því að við framkallum ekki mál með því að bara segja það sem líklegast með við þjálfunargögnin þó það alveg hitt og þetta í því hvernig við tölum og hvernig við skiljum fólk sem svona snýst að spá fyrir næstu einingu en það ekki þessi grundvallar lögmál í okkar greind í fyrsta lagi og í öðru lagi í okkar svona málkerfi eins og þetta eru grunn lögmálin á bak við risamálíkunin það kannski það sem að gera það verkum að sumir vilji ekki kalla risamálíkun gervigreind að þið vitið, þetta eru bara rosalega öflug kerfi til þess að spá fyrir næstu líklegustu einingu og það ótrúlegt hvað það kemur okkur langt í rauninni en við vitum að það ekki þannig sem mannfólk virkar nema að einhverju leyti. Þetta áhugavert að því að mér finnst eins og ég lesið þó ég vinna ekki nokkulega fyrst þegar ChatGPT var að koma fram og var svona eitthvað stort að það var að tala að þessi mállíkun lærðu eins og fólk eða lærðu eins og börn að þú veistu, þegar var að þjálfa líkani þá gerði það svona svipa villu eitthvað sem væri að læra tungumál eins og beygja vittlaust eða nota vittlaust kyn eða vittlaust sangbeyingu eitthvað og svo svona smá saman læra það meira og meira en svo finnst mér samt þegar maður sjálfur notar líkunin og eru mjög góð en oft finnst mér íslensk villunar sem koma frá íslenskur eru mjög skrýtnar sem þið verið að búa til eitthvað orð sem ekki til að því það eitthvað ensku samsuða eitthvað og svona mér finnst það ekki endilega að vera villur sem maður myndi sjá frá eitthvað sem að læra tungumálið og þetta bara ótrúlega áhugaverð fræðileg spurning og minnast aftur á Bjarka sem að skoða þetta í doktorsverkefninu sínu bera saman í rauninni hvernig læra vélar og börn mál. Eitt af því sem hann reyndar fann eða einhver annar bentan á það held ég var að það til heill hellingur af bókum á Amazon sem á íslensku sem sem eru maðkabækur og það eru matreiðslubækur og einhvern veginn maðkabækur já þið getur skoðað þetta það til svo mikið af einhverju svona lélegri gervigreindar spjallmenna íslensku á netinu núna meðal annars í svona sjálfútgefnum bottabókum á Amazon það alls konar skrítið sem kemur upp og eitt af því sem hann hefur verið að skoða einmitt bara hvernig þessi risamálíkun setja saman orðum maður biður að búa til orð úr tveimur orðum og það allt öðruvísi það mjög ólíkt því sem við vitum að fólk sem talar íslensku og börn sem talar íslensku gera og þetta svo áhugaverð spurning það búið að selja okkur svolítið þá hugmynd að þetta sé í rauninni þessi líkun læri eins og fólk og þar alveg getum við treyst þeim eins og fólk í rauninni
ég tala oft þetta því mér blöskraði svo þegar Sam Altman sagði þegar GPT-5 kom út að þetta væri eins og að geta bara alltaf tala við sérfræðing með doktorsgráðu í hvaða grein sem að GPT-5 væri þannig. Það rosa mikið verið að í rauninni það náttúrulega mjög þægilegt að hugsa þetta sem einhvern svona alvitran sérfræðing. En málið að við vitum að það svo mikill munur á risamálíkunum og fólki að svo miklu leyti, eitt af því bara hvernig við lærum mál, annað bara einmitt þetta með að tjá óvissu, þessi líkön út af því að það eru tölfræði líkön og þið vitið hitt og þetta tölfræði líkön hér, við fáum alltaf niðurstöðu. Það alltaf bara hvað besta fittið í rauninni og risamálíkun eru þannig líka, þannig að við fáum mjög sjaldan ég veit það ekki, sem það sem við fáum frá mennskum sérfræðingum, þið vitið. Við segjum mjög oft ég veit það ekki, sem betur fer. Þannig að það eitt í þessi skortur á óvissu. Annað þetta með hvernig við lærum og hvernig villur koma upp. Við vitum allavega að börn læra ekki mál með því að lesa billjónir orða. Þau læra mál með allavega ekki mitt barn. En þau læra mál með allt öðrum aðferðum. Í fyrsta lagi læra þau ekki af texta. Þau læra af tali í samhengi með alls konar auka upplýsingum sem fylgdu ekki. Nú verið að þjálfa reyndar líkön sem að fá líka sjónrænar upplýsingar og svoleiðis, sem mjög áhugavert. En þau læra sem sagt af tali eða táknum. Tali sem sagt sem getur verið í formi raddar, en það getur líka verið táknmál. Og þau læra með miklu minna gagnamagni, þannig að það svolítið áhugavert að bera það saman. Við getum sagt, það eru einhverjir útreikningar sem að sýna að börn sem að læra mál heyri kannski svona 10 milljónir orða á ári, þannig að þau eru orðin 4 ára og farin að vera alltalandi langflest, þá eru við búin að heyra kannski 40 milljónir orða, eitthvað svoleiðis. Við vitum að GPT-3 fékk, 200 milljarða orða. Og tölurnar sem við erum að tala núna með GPT-4 eða 5 er í billjónum, eða þá, triljóns á ensku. Þannig að við gætum ekki, þið vitið, lært með sama hætti. En svo svo áhugavert að það eru samt alls konar hliðstæður í tauganetum og djúptauganetum og mannsheilanum. Þannig að það hefur verið svolítið svona áhugavert fyrir mig út frá málvísindanum að sjá að það getur verið mjög mikið gagn í því að skoða hvernig þessi líkun læra mál út frá því bara hvað það gefur okkur áhugaverðar upplýsingar það bara hvernig mannsheilin þegar kemur að því að læra mál og í rauninni hvernig tungumálið í heilanum. Til dæmis virðist vera að það séu mismunandi lög í þessum líkunum sem að passa við ólíka svona undirþætti mannlegs máls. Þannig að það eru mismunandi einingar sem að virkjast þegar við heyrum hljóð en þegar við erum að vinna úr heilli setningu eða einhverju merkingu sem passar við svona undir svið málvísindana í rauninni, hljóðfræði á móti beygingafræði, á móti setningafræði og merkingafræði og svo framvegis. Þannig að það alls konar áhugavert að koma út úr í rauninni þessu svona rannsóknarsviði þar sem verið að bera saman vélar og fólk. Og risamálíkunin eru búin að nýtast í að vinna úr upplýsingum sem við fáum úr í rauninni því að rannsaka heila virkni, heila starfsemi þegar fólk talar og skilur. Þannig að það eitt rannsóknarhópur til dæmis í Texas sem ég minnir hann heita Alexander Hoot sem leiðir hann sem notar fMRI gögn frá fólki sem að hlusta á sögur og notar í rauninni risamálíkan til þess að afkóða þau gögn og reyna að spá fyrir í rauninni söguna sem manneskjan að hlusta á. Í rauninni lesa hugsanir. Með því að taka fMRI-gögnin, nota risamálíkan til þess að kortleggja hvaða heilavirkni passar við hvaða orð eða hvaða konsept, hvaða svona hugtök
og fá þannig hugmynd það hvað manneskjan að hlusta á og hvað hann að hugsa og fyrst prófuðu þetta með því að nota gögn þar sem að manneskjan að hlusta á sögur og þá eru þau með bara söguna og geta borið saman það sem að líkanið segir að manneskjan sé að hugsa og það sem að sagan í rauninni og svo báðu þau fólk að ímynda sér sögurnar sem sagt, ekki að hlusta á þær, bara ímynda sér sögurnar og reyndu að koma að staði hvaða sögu þau væri að hugsa út frá í rauninni ímynduðu sögunni í hugarstarfseminni og það virkar eiginlega bara svona óþægilega vel. Þannig að þá að farið út í svona þetta var ekki hægt að gera það án samþykkis fólks og fólk gat gert alls konar til þess að koma í veg fyrir hennan svona aflestur til dæmis farið allt í að reikna ykkur dæmi þá truflaði það í rauninni afritunina en já, ég mæli með því að skoða þessar rannsóknir þetta er eiginlega magnað og mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert út frá tal- og máltruflunum því að ég er líka talmeinafræðingur á Landspítalanum og er að vinna með fólki sem er að missa færnina til þess að skilja og tjá sig út af taugarhörnunarsjúkdómum en líka með fólki sem að hefur fengið sem er málstól eftir heilablóðfall og eitt af því sem að þessi rannsóknarhópur er að skoða núna er hvort að við getum í rauninni nota þessa tækni til þess að fá fólk sem að getur ekki lengur nota mál til þess að samt tjá þau skilaboð sem það vill tjá. Þá kemur einnig spurning sem ég var að spá þú var að tala hvernig börn læra að tala og líkunin og svo framvegis. En börn byrja kannski frekar snemma að gera greinamun á tón eins og já, getur verið sagt á, getur þýtt mjög marga mismöndu hluti bara hvernig þú segir já, eða þú veist, já. Sérðu fyrir þér að líkunin geti einnig hjálpa fólki að þau geti tjáð tónin rétt? Já. Sko, þetta er svo áhugavert. Í fyrsta lagi bara hvort að við getum einhvern veginn skilið eða komið merkingunni sem fylgir svona blæbrigðum í hljómfalli til skila, hvort við getum í rauninni greint það. Þannig að ef það er upptakað af mér að segja jæja, að líkanir skilja þetta sé jæja sem er svona jæja, ég vil ekki bara fara að hætta þessu. Á móti einhverju öðru jæja, það er til svo mörg jæja á hérna jæja, ég veit ekki hvernig fleirtalan það geta að vera á íslensku en en það er eitt af því sem að risamálíkönin því að við getum líka verið með svona multimódal líkön sem að greina tal í rauninni risatal líkön sem að talgreina það er eitt af því sem að í rauninni virðist vera að skila ágætis árangri núna að við getum beðið risamálíkan sem er þá svona multimódal að framkalla tal þar sem að tónnin er með ákveðnum hætti sem er mjög áhugavert út af því að fólk sem til dæmis nota líka tölvuraddir eða talgervingu til þess að tjá sig til dæmis því að hefur mist færnina til þess að mynda rödd það hefur yfirleitt bara geta einhvern veginn bara valið einn tón en núna er svo mikið að gerast í því bara hvernig maður vill að þessi tölvurödd hljómi með ótrúlegur árangur sem hefur nást og hann sé því miður mjög lengi að yfirfærast síðan á íslenskt samhengi en þú veist það að fara úr því úr eitthvað svona brain computer interface yfir í tón, ég veit ekki núna er sko vinnan sko svona sem sagt tölvustýring með taugaboðum, það er annað þegar fólk er með mál en ekki tal eins og það hafi kannski séð hjá Neuralink og svoleiðis það hafi verið að í rauninni tengja tól sem að nema þessa heilastarfsemi við tölvur þannig að fólk getur stýrt í rauninni með taugaboðum með hugsun tölvum og framkalla tal þannig í rauninni ég held að eins og staðan núna eru flestar lausnirnar þannig að það er ekkert mikið verið að pæla í tóninum heldur bara að koma orðanum út en það er örugglega framtíðin að einhverju leyti sko að fólk geti stýrt í rauninni bara í gegnum hugan á þess að þurfa neina hreyfingu í rauninni tali sem að kemur út eins og það vill að komi út þegar kemur að tónunum. En mér langar að grípa hérna punkt með tónina því að þú varst tala um eins og að börn læra miklu minni gögnum. Já. En þú veist, börn eru samt að læra með heyri á tóna og þau eru að læra með sjón og bara svona tauga. Ekki öll. Já, blind börn læra máli líka. Nei, en þú veist, já, snerti skinn og bara taugakerfið sjálft einhvern veginn
kannski orðið eins og eitthvað svona reiði eða umhyggja eða eitthvað svona, eru bara eitthvað svona lífeðlisfræðileg viðbrögð næstu í. Já. Og þú veist, það tekur, kannski þarftu bara svona mörg orð til þess að mállíkani geti lært þetta, þú veist, Já. því að hvernig setur útskýrur, skilur Já. alls konar tilfinningar með texta. Já. Það er eitt af því sem er áhugavert í þessum pælingum það hvort að þessi líkön hugsi og finni og þau eru svo góð í að láta mann einhvern veginn fá það á tilfinninguna að þau skilji. Að árangurinn er þannig að risamálíkan, eitt dæmi sem hefur verið tekið er risamálíkan getur sagt bara ef þú spyrð hvernig er að vera á strönd á heitum degi, þú veist, í Portúgal eða eitthvað svoleiðis og þá getur risamálíkan framkalla texta og sagt eitthvað, þú finnur sandinn á milli tána og eitthvað svoleiðis en það hefur aldrei upplifað þetta. Nei. Það er svo mikið af því sem gerir okkur mennsk er í rauninni þessar upplifanir í gegnum skynjun. Og við veitum að líkönin sem eru núna til staðar þau geta kannski lært eitthvað þessar upplifanir en þau skynja ekki sjálf, hafa ekki sjálf þessa reynslu. Svo getur maður lært ýmislegt án þess að hafa þessa beinu reynslu sem kemur til dæmis í ljós þegar við heyrum fólk sem að hefur aldrei séð tala liti og þá hefur það kannski aðra svona annan skilning á því hvað litir eru og svo framvegis. En eitt af því sem að fólk er að skoða er hvort að það sé hægt að fá risamálíkun ef þú tengir saman risamálíkun og við skynjun þannig að þú endur skapar þessa reynslu, þú veist þá í gegnum þú veist í rauninni bara gerir hana vélræna þú varst að tala lífeðlisfræðileg viðbrögð, við getum kóðað þau hvort það sé hægt að endurgera í rauninni hvert og eitt atriði í því sem að gera okkur mennsk til þess að búa það til í vélum í rauninni, svona greindina sem fylgir. Mér finnst það vera svolítið svona, það er svona heika ég stundum þegar við erum að tala risamálíkun sem gervigreind í rauninni út af því að kannski voru þessar upprunalegu gervigrindapælingar miklu frekar á þann veg að það væri hægt að, þú veist, mögulega skilja öll ferlin í því öll ferlin í mannlegri greind þannig að við gætum endurskapað þau í vél og meðal annars er hluti af því þá einhvern veginn í gegnum skynjun og líkamann og svona embodied. En það sem við erum með núna er í rauninni tölvugreind eða bara, þau veitir, vélnám sem er hægt að nýta til þess að líka eftir mannlegri greind meðal annars í gegnum tungumálið sem er svolítið svona annað í rauninni en kannski var upprunalega lagt upp með í þessum gervigreinda fræðum þarna sem eiga sinn uppruna í þessum 1956 þarna Dartmouth College. Svona ein hlið á því kannski. Já, ein hlið á því. Eða þú veist, ég veit ekki hvernig þið upplifið þetta, risamálíkunin, en ég upplifið þetta sem einhvern veginn svona stórkostlegan árangur í rauninni í vélnámi og tölvugreind og það er ótrúlegt að sjá hvað mynstrin fleyta okkur langt og hvað það getur í rauninni, hvað er hægt að líka vel eftir mannfólki í gegnum þessa dreifingu í rauninni á mynstrunum í gögnunum úr mannlegu máli. En það er ekki alveg það sem að ég sá fyrir mér kannski fyrir einhverjum mörgum árum eða sem krakki í einhverju svona gervigreindar, þið vitið, svona sci-fi pælingum. en já, mannlegt mál er svolítið þannig að það getur blekkt okkur. Já, bara alveg svo. Ef það er meira á réttu formi, það getur verið svo sannfærandi. Já. Og svörin eru þannig, þetta er eins og einhver, þú veist, það eru þessi risamálíkun framkalla texta með gervi heimildum, þið vitið, og það er svo sannfærandi tónn því það er búið að þjálfa þann tón upp. Já. Og það getur platað okkur svo auðveldlega og fólk færið á tilfinninguna að tala við einhvern, við raunverulega mannesku, sko. Svo hefur það svo bara sumt fólk sem er með, talað að vera með kjaftavitt. Já. Það er gott að við verum við því. Nei, passaðu, sumir eru
bara með svo mikið kjaftavit að þú Já. heldur. Já, eins og við hérna Já, tala. Já. nákvæmlega. Já, En passið samt, ykkur á því sem sko, við erum að segja. Já, samt margt sem náttúrulega kemur frá spjallmönnum eða þessum stóri málleikunum er náttúrulega bara sannleikur, þú veist, Já. það er hægt Já, að já, já, staðfesta já, það. já, já, algjörlega. Og já. kannski náttúrulega núna er það svolítið bara, við þurfum einhvern veginn að átta okkur á hvernig maður, þú veist, notar þetta á einhvern svona ábyrgan hátt. Já, Algjörlega. já, En þú varst að tala um svolítið áhugavert hvernig fólk lítur, hvað það, gerfugreind sem einhver svona alvitran Já. einstakling. Ef þið pælið í orðið hvað tölva, er það ekki komið Jú. orðinu völva? já, Þú veist, svona svip, við erum alltaf að fara í gegnum sömu Það er minnin, rétt. einhvern veginn Já. aftur og aftur. já, Og hérna, eitthvað svona, já, völva Tala og og tölur. völva. já, það ekki? völva, jú, Ekki? einmitt. Jú. Jú, einmitt. Hérna, en kannski svona til að bara svona ljúka þessu. Hérna, hvernig sérðu fyrir þér framtíðina? Hvað varðar, hvað mállíkonin og íslensku? Ég held að framtíðin sé björt þegar kemur að því að þessi tækni í rauninni skili góðum árangri í íslensku samhengi og það skiptir máli út af hinum og þessum sjónarmiðum. Eitt af því sem fólk nefnir mjög oft er bara það að fólk getur nota tæknina á íslensku upp á það að við séum ekki alltaf háð ensku leið og við erum að gera eitthvað í stafrænum heimi. Þannig að það er frábært upp á svona notkunarsvið íslenskunar. Það sem skiptir mig í rauninni miklu meira máli er nýtingin á þessum risamálíkunum í svona heilbrigðismáltækni samhengi. Það eru margar lausnir, áhugaverðar lausnir að spretta fram sem að byggja á í rauninni máltækni og risamálíkunum og öðrum í rauninni svona ungum þessum ákalla gervigreind sem bara eiga eftir að skila sér í svo miklum árangri fyrir fólk með tal- og máltruflanir eins og þetta sem ég var að nefna með þessi þetta brain-computer interface eða svona samskipti manns og tölvu beint í gegnum heilan en svo líka hitt og þetta eins og með bara betri talgerfingu fyrir fólk sem er með taltruflanir. Eitt af því sem við erum að vinna í mínum rannsóknarhópi er að nýta máltækni og sjálfvirkar greiningar á tali og máli til þess að skima fyrir taugarhörnunarsjúkdómum og fylgjast með framgöngu sjúkdóma, meta árangur meðferðar og svo framvegis og skoða hvernig ólíkir sjúkdómar birtast með ólíkum hætti eftir tungumálum. Þannig að það að vera með Alzheimer hljómar ekki endilega eins í íslensku og ensku meðal annars út af þessum beygingum sem við vorum að nefna áðan. Já. En þetta er allt svona það sem þarf svolítið svona, það þarf í rauninni átak til þess að þessar lausnir skili sér til íslensk málsamfélags og þetta er oft litlir hópar inn í litlu málsamfélagi, stóru tæknifyrirtækin sjá ekkert endilega einhver svaka viðskiptatækifæri í því að allt þetta sé aðgengilegt á íslensku, þannig að við þurfum svolítið að berjast fyrir því. Þú meila að Hér. taka annan þátt bara Já. þetta, heilbrigðisvingilinn á Já. þetta, Já. þetta er svo sjúklega áhugavert. Þetta skiptir svo miklu máli líka bara með lausnir sem að greina sjúkraskrár. Við erum með sjúkraskrárkerfi sem er á íslensku. Að það skiptir mjög miklu máli að þetta virki allt saman á íslensku fyrir þessi notkunardæmi þar sem að það gæti virkilega að skila sér í bættum lífsgæðum og bættri heilbrigðisþjónustu fyrir fólk. Þannig að það er svona vinkillinn sem ég nefni alltaf. En svo er ég líka bara bjartsýn þegar kemur að svona almenna notandanum en vil að fólk sé meðvitað bara hvað virkar best á íslensku. Við þurfum líka bara að bæta upplýsingagjöf þegar kemur að því. Og að stundum eru hættur á einhverjum bjögum, auknum fordómum í þessum líkunum og bulli. Stundum eru þær hættur auknar þegar við erum að nota þessi líkun í tungumálu sem eru fyrirferðarminni í þjálfunargögnunum. Góð loka orð. Takk kærlega fyrir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir.